Sæl aftur. Loftslagsmál eru mál málanna marka má umfjöllun fjölmiðla og samfélagsmiðla. Í hverri viku eru ráðstefnur og fundir hér í Reykjavík og víðar á Íslandi þar sem fjallað loftslagsmál. Ég skoðaði til dæmis Facebook með þetta í huga í gær og taldist til að í þessari viku að minnsta kosti 8 viðburðir sem að tengjast hlýnun jarðar eða þar sem rætt hlýnun jarðar og í kvöld fundur hjá Reykjavíkurborg þar sem að yfirskriftin liggur okkur lífið á. Þar ætlar Pétur Halldórsson, formaður ungra umhverfissinna, að tala og hann hingað kominn og líka Rannveig Magnúsdóttir, líffræðingur og sérfræðingur hjá Landvernd og þú ert reyndar líka í stjórn Landverndar. Verið innilega velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að ræða þetta næstu mínútur. Umræðan loftslagsmál, hún komin upp úr grasrótinni. Ég held við getum alveg fullyrt það og svo fáum við að heyra að það sé meiri háttar vitundavakning í gangi. Loksins, segið þið alveg örugglega sem eru búin að fylgjast með þessum málum og berjast niður í grasrótinni í öll þessi ár. En svo herma til dæmis nýjustu fréttir að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, hún jókst milli árunna 2016 og 2017 og þessi losun hefur staðið í stað frá árunni 2012. Vitundavakning, hvar hún þegar við sjáum svona tölur? Nákvæmlega. Þetta svona hálf hjákátlegt að heyra þessar tölur. Það þarf náttúrulega að fylgja gjörðir. Það ekki nóg að skrifa bara 4 orða blað. Það verður að fylgja þessu alvöru gjörðir og við sjáum það vonandi bara koma. Það alveg klárt mál, það hefur verið mikil vitundavakning. Ég búin að vera að berjast í þessu mjög lengi og þetta í fyrsta skipti núna, síðustu bara mánuði sem að ég í alvöruna fyllast vonum að við náum að takast á við þessu vandamál. Já. Fyrir ári síðan var ég mjög svartsýn, virkilega. Nokkri mánuðir? Já, ég bara eiginlega frá því að ég bara heyrði nafnið Greta Thunberg í rauninni. Það nefnilega það? Já. Stúlkan. Sænska sem núna... Lína langsokkurinn okkar. Já, einmitt. Já, sýnist þér það að það hafi orðið mikil vakning með hennar þegar hún kom inn á sviðið? Já. Hún náttúrulega ekkert að koma með nýjar upplýsingar og hún aldrei sagst vera með nýjar upplýsingar. Hún bara að segja þarna hlustum á vísindamenn og vísindamenn eru búin að segja þessa hluti í áratugi, í 100 ár. Búin að segja, pössum okkur, við erum að eyðileggja jörðina okkar. Og svo kemur þessi unga stórkostlega stúlka og setur þetta bara mannamál og bara pínir fólk til að hlusta. Og það líka að hún skildi hafa náð ungu kynslóðinni með, það rauninni bara algjört kraftaverk og auðvitað hefur maður trú á ungu kynslóðinni en þetta rauninni bara, síðustu mánuðir hafa verið mjög gaman að fylgjast með þessari vitundavakningu og hreyfingu sem að fara í gang núna. Ungir umhverfissinnar, hvað segir þeir þetta? Eða þið? Þetta náttúrulega einmitt á rétti leið. En ég held einmitt að svona stærsta vandamál hingað til hefur verið að það hefur alltaf verið fólk sem þekkir þetta að einhverju leyti en að tengja loftslagsmálin við öll önnur málefni. Og bara sem dæmi þegar við ungir umhverfissinnar fóru á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna síðasta desember þá sló mig kannski mest að við erum þarna með 2-3 vikna ráðstefnu þetta eina málefni og í rauninni, ef við myndum hafa 2-3 alþjóðaráðstefnu hvert einasta málefni sem þarf að sinna, þá hefðum við ekki tíma. Og ég held að það sé dálítið svona lykillinn og rauninni það sem að gerast með því að þessari hreyfingu ungs fólks, að það ekki lengur með einhverja afmarkaða hópa í samfélaginu, með allt samfélagið. Já. Og að gera loftslagsmálin tengja þau við öll önnur málefni, held ég að sé rauninni lykillinn að því að geta raunverulega tekist á við þetta. Þau náttúrulega, framtíðin þeirra, þetta unga fólkið og þau að fara að taka við. Og maður veltir því einmitt fyrir sér þegar maður sér þessar tölur losun og svo líka var nýlega greint frá því að hver Íslendingur hendir að meðaltali 15 kílóum af textíl og skóm. Þetta var árið 2016 sem sagt, það 2-falt meira magn en árið 2012. Þetta sem sagt gríðarlega aukning á 4 árum. Það svona svolítið eins og fólk hegði sér eins og framtíðin sé björt. Það sé, já. Já, auðvitað ef mann lýst illa á aðstæður og maður verður hræddur, að þá náttúrulega bara algjör varnarmekanismi að þykjast eins og það sé bara, eða láta eins og það sé allt í lagi. Já. Og það bara, kannski vil ég ekki tala illa strúta en þetta það að þeir stingi höfðin í sandinn, að það svolítið það sem við erum búin að gera síðustu áratugi.
að því að verkefni svo gríðarstórt að fólk sér ekki fram á að geta náð þessu markmiðum og þá alveg eins gott að njóta partísins bara. Já. Og það kannski líka það að fólk, ég held að enginn gerir sér raunverulega grein fyrir öllum áhrifunum sem við höfum á umhverfið. Hvort sem við erum að kaupa ykkur á vörur, hvort sem það fatnaður eða raftæki, það enginn sem veit raunverulega hvaðan öll þessi hráefni koma, hvað öll vinnan á baku þetta og hvað þá þegar þetta síðan þessu fargað, jafnvel urðað. Ef við byggjum á urðunarstaðnum okkar þá erum við kannski aðeins meira meðvituð en fyrir okkur þetta náttúrulega bara eitthvað sem sendt burt og hverfur. Þannig að okkur finnst eins og þetta sé bara allt í góðu. Nákvæmlega. En ég held að núna bara með upplýsingum og sérstaklega samstarfi milli landa og það kannski annar styrkur við þessa svona alþjóðlegu hreyfingu að margur úrgangur að ferðast eins og bara við sendum allt plastið okkar til Svíþjóðar og svo fólk nýbúið að fatta já, býtu, það þarf bara að brenna það og kannski það skásta leiðin en bara fólk viti hvert það fer. Hvað ráðleggið þið fólki? Þá ég hugsa bara neytendur núna. Ég hef náttúrulega verið að tala við stjórnvöld en hvað ráðleggið þið neytendur? Bara að skrúa niður neyslu eins og hægt og það enginn að segja og þurfir ekki að megir ekki borða lengur súkkulaði eða megir ekki lengur vera með grillveislu eða megir ekki lengur fara til útlanda. Það enginn að segja og bara vera inn í einhverjum helli en það að minnka alla þessi neyslu, jafnvel þó þú haldir áfram að velja alveg sömu tegundir, jafnvel. Ég myndi mæla með því að fara að kíkja líka á hvers þú neytir en jafnvel þó myndi bara keyra þetta niður í staðinn fyrir að fara í 4 ferðir á ári, ferð í 1 ferð. Í staðinn fyrir að borða 10 súkkulaðistykki á viku, borða þau kannski 2. Þannig að og líka bara átta sig á því að líka bara heilsufarsmál þau tengjast líka vellíðan og vellíðan tengist þessu öllu. Þetta er svona margkanta svona hliðar á þessu því að nú eru þættir til dæmis eins og Marie Kondo og fleiri svona tiltekna þættir til dæmis að tengja saman drasl við bara vanlíðan. Þannig að fólki líður illa að sé mikið drasl í kringu það og þá meira að segja loftslagsumræðan ekki einu sinni tengd inn í það. En þarna verið að einfalda líf fólks og þetta mjög vinsaleg þættir og vinsal fræði að það verið að tengja þarna einmitt bara neyslu við vanlíðan. Þannig að þetta eitthvað með því að til þess að líði vel að þá getur við góður umhverfi í leiðinni. Og ég held að þau líka kannski bara að hugsa dálítið hvernig við mælum okkar ánægju og horfum á okkar sjálfsmynd að ef við tengjum það alltaf við hlutina sem við eigum en ekki til dæmis bara það að hafa aðgang að náttúrunni og að hún sé í lagi og samfélagið sé í lagi. Ef við gerum það að rauninni sjálfsmynd okkar, þá skiptir ekki eins miklu máli þótt við séum að draga úr neyslu. En meðan við horfum á að við séum nú bara alvöru manneskja ef við eigum þennan og þennan hlut, þá þurfum við svo mikið að pína okkur til þess að draga úr neyslunni. En ef við tökum okkur svona sjálf og umhverfið framar, þá er svona auðveldar að takast á við þetta. Og líka bara myndi ég segja að við þurfum bara að horfa svona jákvætt fram á veginn. Að þetta risastóra áskorun og þetta ekki bara á Íslandi, þetta allur heimurinn. Og það skiptir ekki máli þótt við náum ekki að leysa allt fullkomlega. Þetta bara skaðaminnkun sem við þurfum að fara í gegnum. En til þess að við náum þessum markmiðum okkar sem einstaklingar að þá verður kerfið að koma til móts við okkur. Þannig að ég sem einstaklingur, ég get ákveðið að fara hætt að fljúga, hætt að borða kjöt, hætt að gera þetta og hætt að gera hitt. En það skiptir eiginlega næstu því engu máli ef að kerfið kemur ekki til móts við mann. Og ef ég ein í þessu, að þá gerist ekki neitt. Þannig að það fjöldahreyfingin og það kerfisbreytingin sem þarf að koma í gegn. Þannig að fyrirtæki fara að taka ábyrgð á sínum vörum að sé ekki bara leyfilegt að búa til vöru sem ekki hægt að endurvinna. Til dæmis að bara, það rauninni ótrúlegt að sé hægt að kaupa einhvern snakkpoka og það sé að umbúðirnar séu blanda af áli og pappír og plasti og veit ekki hverju að þetta svo flókið að það ekki hægt að endurvinna. Þannig að það endar alltaf í urðun. Þannig að sem það sem við viljum alls ekki að gerist. Þannig að það verður bara að vera ákveðin regluverki sem verða að vera í gangi og vilji stjórnvalda og fyrirtæki að breyta og það hjálpar neytendum á móti og það hjálpar líka þeim neytendum sem hafa í rauninni engan áhuga umhverfismálum líka. Þannig að þú getur verið algjör umhverfissóði en ef að kerfi leyfir þér ekki að vera umhverfissóði þá náum við öllum með okkur. Þá er þetta ekki bara einhverjir undarlegir umhverfissinnar sem inn í einhverjum helli Þetta gengur ekki upp þannig.
Og það er líka kannski tækifæri sem fólk hefur af því að allir í samfélaginu hafa eitthvað svona hlutverk í stærra samhenginu, hvort sem vinna hjá stjórnvöldum eða fyrirtækjum eða hvað sem og horfa þetta aldrei bara svona á sinn þátt í þessari heild að samfélagi sé að breyta þessari stefnu. Og það er líka bara aldrei svona spennandi verkefni hvernig við náum að samþætta alla þessa ólíku þætti. Aðeins sko ferðalög, flugsamgöngur. Ég las á Bloomberg bara í gær að nú talið að sko flugfarþegum muni fjölga 100 milljóna bara á næstunni og það sé engin lausn í sjónmáli, segir Bloomberg. Og við heyrum það mjög frekar hávær umræða það hér núna á Íslandi að það sé að fækka jafnvel ferðamönnum, það sé samdráttur og fólk hefur áhyggjur af því. Hvað segið þið þessa umræðu? Já, það verður náttúrulega bara að setja hatt eða þak á alla mengun og losun, hvort sem það hérna útblástur eða eitthvað annað. Með flugsamgöngur verður þetta alltaf mjög flókið mál að hugsa hverjir fá þá að fljúga og hversu oft og þá eru við komin út í efnahagslegt jafnrétti og alls konar svoleiðis samhengi. Þannig að það er ekkert að segja að það sé einfalt mál en ef við setjum ekki þak á þessa losun þá náttúrulega mun hún hafa afleiðingar sem við bara getum ekki tekist á við. Ég til dæmis hérna umhverfissóð að því leytinu að ég búin að fljúga mjög mikið, bara viðurkenn það hér með. Að ég búin að fara 3 til Ástralíu, ég farið 2 til Madagaskar, ég farið til Bólivía, ég farið til Suðaustur-Asíu, Afríku. En þetta líka, þessi ferðalög, þau mótuðu mig sem manneskju og ég vinn við umhverfismál út af þessum ferðalögum mínum. Það er þetta orðað þannig, þannig að ég kannski sé ekki beint eftir þessu, en að því að alltaf fyrir 10 ára síðan verður ekki kannski verið að tala jafn mikið þetta eins og þá. En það verður auðvitað að vera eitthvað svona þak og það er bara, þarna verða stjórnvöld að koma inn í. Og ég held líka að fólk þurfi líka að hugsa það er svo auðvelt að festast í einhverjum loftslagskvíða og svo framvegis að fólk ætti frekar að hugsa ég er kannski búinn að fara í öll þessi ferðalög og það er þá bara gott og blessað en hvað ætla ég að gera núna? Og nú kom þetta orð flugstreita og flug samviskubit. Þetta er orð sem þekktist ekki fyrir einhverjum örfáum mánuðum síðan. Þannig að fólk í alvörinu bara, ég er að fara til London. Bara, þarf nú eiginlega ekki að fara en ég er nú samt að fara, ég vil ekki segja frá því, það er alveg svona. Og þetta er í rauninni svona samviskubit sem er í rauninni bara mjög gott að það sé komið í umræðuna. Þannig að maður vill ekki að fólki líði illa, en þannig nú er fyrsta skipti sem að ég í alvörinu sé fyrir utan mína bublu að fólk í alvörinu að pæla svo í þessu og með pínu samviskubit. Ég ætla að fara í 2 ferðir í ár, upp og sí, þannig að þau eru bara að finna svona heilbrigðu leiðin Já, það verður að vera heilbrigt og eins og segja, það má ekki heldur vera vanlíðan sem tengist þessu. En mér finnst líka bara mikilvægt að koma svo fram að unga kynslóðin er búin að taka við sig núna og við erum að tala ungu kynslóðina, við erum ekki að tala okkur, við erum löngu dauð. Það eru börnin okkar og barnabörnin okkar og ef við ætlum að í rauninni eins og David Attenborough segir, þetta er bara spurningin bara siðmenningu tegundarinnar Homo sapiens sem við erum að tala Ætlum við í alvörinu að halda áfram að búa á þessari jörð? Vegna þess að jörðin heldur áfram einhvern veginn. En við erum að taka ákvarðanir núna sem hafa áhrif á komandi kynslóðir og það er það sem að Greta Thunberg er að segja svo snilldarlega. Ég meina hún er unga kynslóðin og við eldra fólki erum að taka ákvarðanir fyrir hennar kynslóð. Og þarna er líka það að þau hafi rödd loksins. Það er eitthvað sem er svona mjög jákvætt í umræðinni. Og það er einmitt samstillt loftslagsverkfall alþjóðlegt á föstudaginn næsta. Nákvæmlega. Og hér á Austurvelli. Já, milli 12 og 1. Hvetjum alla til að mæta. Þetta er svo mikilvægt. Og þú mátt alveg vera 50 kona eða kall og mæta líka. Það er alveg, þetta er það mikilvægasta sem við erum að fara að eiga við núna. Já. Og þetta líka kannski svona, dálítið svona tákgrænt fyrir allar þessar áskoranir sem við höfum í heiminum. Hvort við erum að tala umhverfismálin eða samfélagsmálin, til dæmis bara það að með meiri loftslagsbreytingum þá munu vera meiri fólksflutningar og þá þurfum við að takast á við það að ennþá meira mæli. Já, umhverfisflóttamenn. Já, þannig að þetta er orðin staðreynd og verður meira af því. Og tengist allt. Já, einmitt. En framundan hjá ykkur, það er náttúrulega bara kvöld hjá þér. Já. Liggur okkur lífið á? Þetta er stór spurning. Liggur okkur lífið á? Sko,
Við þurfum að vera skipulögð. Já. Og hingað til hefur svo sem alltaf verið einhvers konar skipulag. En ég ætlaði í kvöld að tengja dálítið saman svona grasrótina og skipulagsmál og þar með talið við loftslagsmálin og í rauninni hvaða stefnu við verðum að taka héðan í frá. Og í stuttumáli það að við erum núna komið með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem ríki heims samþykktu 2015 og þetta er í rauninni bara svona 17 markmið með 169 undirmarkmið sem skilgreina í rauninni hvað þarf að vera til staðar. Það á ekki að vera hungur, það á ekki að vera fátækt, það þarf að vera efnahagslegur vöxtur og svo framvegis. Og við verðum að, hvað sem við erum að gera, hvort sem það er skipulagsáætlanir í þessu tilfelli eða eitthvað annað, reka fyrirtæki, hvað sem er, að vera ekki bara að tékka í öll þessi box, heldur er í rauninni stærsta hættan, þetta er eins og með toppstein í svona rómönskum brúum. Að ef við sleppum einu markmiði og fókusum bara á það sem við erum uppáhalds eða við erum best í, þá í rauninni hrynur þetta allt saman. Þannig að vera til dæmis í skipulagsmálum, taka mið af öllum heimsmarkmiðunum og öllum stigunum, þá fyrst getum við byrjað að skipuleggja hvernig við ætlum að takast á við þetta. Og það er kannski útskýrir af hverju þetta er búið að ganga svona brösulega. Að í fyrsta lagi voru náttúrulega heimsmarkmiðin ekki til fyrir 2015 og við erum ekki ennþá búin að klára þessa innleiðingu. Akkurat, þetta er í kvöld. Hvar er þessi kvöld? Þetta er á Kjarvalsstöðum, klukkan 8. Já, einmitt. Takk fyrir það. Þú, Rannveig, þú ert að skipuleggja með börnum, er það ekki? Og Jane Goodall. Jane Goodall, sko. Í maí. Hún er náttúrulega bara hetjan mín alveg. Hún og Greta Thunberg eru alveg eldri og unga kynslóðin saman. Já, Jane Goodall, aktivisti. Hún er, heldur betur. Hún er búin að vera það í marga áratugi. Og að hennar fyrirmynd erum við að fara að skipuleggja viðburð sem við höfum kallað dýradaginn. Eða hefur verið í Tævan og Argentínu áður, þetta er kallað Animal Parade. Og þarna ætlum við að vera með skrúðgöngu barna 22. maí sem er dagur líffræðilegrar fjölbreytni, alþjóðlegur dagur líffræðilegrar fjölbreytni. Og ætlum að ganga frá Laugarnesskóla yfir í Grasagarðinn og loka götum og vera með húllumhæ alla leið. Og við verðum með alls konar viðburði tengda þessu og erum í samstarfi Norræna húsið og Grasagarðinn og Húsdýragarðinn og Fuglavernd og Barnamenningahátíð og Myndlistaskóla Reykjavíkur og alls konar aðila. Og þarna verða smiðjur á undan þar sem börnin búa til búninga og grímur og ganga svo fylltu liði í þessari skrúðgöngu með boðskap málefni hafsins. Við ætlum að vera með það þema í ár, málefni hafsins, sem að geta náttúrulega verið þessi hræðilega plastmengu sem við búum við og loftslagsmálin og líffræðilegu fjölbreytileiki. Þannig að þau fá þetta er svona valdeflandi viðburður þar sem þau fá rödd, krakkarnir. Og verðið þið í sambandi við skólana þá? Já, við verðum í sambandi við skólana í þessum og þetta verður svona, og við erum með þetta svona smá forsmekkur af því sem kemur næsta ári, eins og næsta ári ætlum við að reyna að fá Jane til að koma til landsins og vera viðstödd og þá myndum við vilja fá bara alla skóla landsins til að taka þátt. Og skemmtilega við þetta er að þetta var byrjað að skipuleggja áður en ég vissi hver Greta Thunberg var. Þannig að þetta kemur svona skemmtilega í framhaldi af því að núna er þessi verkföll núna á föstudögum þar sem að krakkarnir mæta og leggja niður skólavist sína í þennan klukkutíma og svo ætlum við að marsera þarna 22. maí og þetta verður vel auglýst og hlakka mjög mikið til. Já, gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega. Og Pétur Halldórsson, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Já, við höldum áfram hér á Hringbraut eftir smástund, Sigmundur Ernir og ferðalögin.